næstu viku hefst námskeið á vegum heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri fyrir foreldra sem eiga börn í ofþyngd. Hvert er markmið þessa námskeiðs? Markmiðið náttúrulega fyrst og fremst að aðstoða fjölskylduna að tileinka sér svona holla lífshætti og hjálpa líka foreldrum að tileinka sér svona gagnleg ráð að breyta venjum sem eru kannski oft svona svolítið neikvæð. Þannig það er fyrst og fremst tilgangurinn. Þetta er sem sagt vandamál foreldranna, ekki barnanna. Þetta er svona grunnurinn venjulega fjölskyldan öll. Auðvitað eru foreldrarnir sem versla inn, þau fara og kaupa í matinn og fylla ískapinn og skúffurnar og börnin auðvitað borða það sem er til heima. Þannig að auðvitað er þetta svolítið samþætt vandamál. Núna er þriðja námskeið að fara af stað og þannig að hin tvö eru svolítið til þess að hjálpa okkur að meta stöðuna. En okkar tilfinning og ekki bara tilfinning heldur bara það sem við erum að taka saman, þá er þetta jákvætt. Og foreldrar eru ánægðir með þetta námskeið. Þau tala það að þetta sé að hjálpa og þá held ég að tilgangnum sé náð. En hvernig hefur gengið að fá foreldra á námskeiði? Er ekki svolítið erfitt í rauninni kannski fyrir marga foreldra að taka þetta skref, að viðurkenna það að barnið þeirra sé of þungt og að það þurfi eitthvað að gera í málinu? Jú, það er kannski erfiðasti hluturinn af þessu, að fá foreldra með börnin sín á þetta námskeið, því að það er oft erfitt að líta eigin barn og þau vita það að þetta er vinna að breyta venjum. Og þau þurfa okkar mati að upplifa það að þau sé að koma til okkar og þau geti treyst okkur líka til þess að aðstoða við þetta. Því það er náttúrulega það að koma á námskeið þar sem er við að vinna með þessa þætti, að þá er þetta pínu opinberun fyrir þau. Þau eru að viðurkenna ákveðin vanda og það getur verið erfitt fyrir suma. Þannig að það er mjög mikilvægt að þau finni strax að við erum fyrst og fremst komin saman á þetta námskeið til þess að styðja þau og ekki að gagnrýna þau. Mér skilst að 20% af 9 ára gömlum börnum séu of þung, þannig að það er full þörf fyrir svona ráðgjöf. Já, í raun hefur vantað úrræði. Við erum rosalega duglega að mæla börnin, hæð og þyngd, en við höfum ekki haft neitt í höndum til að bjóða upp á ef að vandi er komin. Þannig að þetta er okkar innlegg í það. Hvernig veit maður að barnið sitt sé of þungt? Það er náttúrulega til ákveðin viðmið sem er bara auðvelt að mæla. Þegar er verið að mæla hæð og þyngd, þá fáum við út ákveðna tölu. Að sjálfsögðu megum við ekki bara að horfa á töluna. Við þurfum að horfa einstaklingina bak við töluna og þannig að við getum ekki bara ákveðið það að þessi tala segja eitthvað ákveðið. Þannig að við þurfum að horfa á einstaklingin en auðvitað hjálpa tölutan okkur að fara áfram í vinnuna, hvað þurfum við að gera. Og þannig að viðmiðin eru sannarlega til staðar og auðvitað þurfum við að horfa á viðmiðin. En við þurfum líka að horfa á vaxtarkúrfu barnsins. Það er hvert barn hefur sína kúrfu og sum börn eru fyrir ofan og önnur eru fyrir neðan í vaxtarkúrfunni. En þegar þau fara að hækka út frá sinni línu, þá er kannski einhver vandi aðsteðjandi. Og það skiptir máli að taka á þessum málum strax á barnsaldri því að offita á þessum árum, hún getur leitt til heilsufarsvandamála á fullorðinsárum. Já, náttúrulega mjög mikilvægt og þegar ég vinn í ungbarnaverndinni, þar erum við að fræða mjög mikið mataræði og bara á fyrsta ári barnsins þá er maður að móta venjur barnsins. Barnið veit ekki að það er til allir þessi sætu drykkir og jógurtur og hvað það er. Þannig að ef foreldrar leggja góðar venjur, góðar síður á fyrstu 1-2 árunum, þá er eftirleikun svo auðveldur. Og ef að barnið venst
vant því að foreldrinu hreyfa sig, það miklu meiri líkur á að barni hreyfi sig þá bara dagstaglega, að það verður hluti af daglegu lífi, rölda í skólan, rölda í vinnuna. Það þetta sem er svo rosalega mikilvægt. Við leggjum náttúrulega mjög mikla áherslu á það að reyna að fá krakkana til þess að vera dugleg að hreyfa sig, vera út að leika sér, eins að það að kenna þeim það strax, að það getur haft áhrif seinna meir. Og þetta snýst að hafa áhrif á viðhorf. Og þó að hlutirnir lagist ekki 1, 2, 3, að þá erum við alltaf að leggja inn eitthvað sem hefur áhrif á viðhorfin seinna meir. Og við leggjum alveg gríðarlega mikla áherslu á það að börnin haldi í sína góðu sjálfsmynd, því að það er mjög mikilvægt að þau bara séu glöð með sjálfan sig en það er einfalt ráð fyrir foreldra, reynum að auka hreyfingu, fara út með börnunum í hreyfingu, ef þau nenni ekki sjálf að fara þá með þeim, en bara eins og segja, númer 1, 2, 3 að auka hreyfingu hjá þessum aldri. Það er mjög mikilvægt. Nú, þeir foreldrar sem hafa áhuga á að koma á þetta námskeið, eiga þeir að hafa samband við heilsugæslustöðin hérna Akureyri eða? Það á heimasíðun okkar, þar eru við nafnin okkar, það auglýsing með þetta námskeið og það eru símarnir okkar og netfeng, þannig að bara velkoma að hringja. Og kannski að nefna það að sjálfsögðu náttúrulega fullu trúnaður á þessu námskeiði. Það sem við fjöllum í herbygginu, það fer ekkert út fyrir það.